velkomin í tebólið. Það komið nóg. Já, ég held að ógeðslega margir að vera svona ítti á rétt. Svona búin að heyra intro okkar sem bara herru, þetta eitthvað glitsað með It's glitching. En nei, It's not. Þetta var introið á Halloween-búningum okkar. Number one. Við erum svo að Eat Skirt. Timothy og Pete Davidson úr SNL sketsi. Já, maður. Takk fyrir að gera þetta, Birta. Já, bara ekkert smál. Ef þið eru að horfa, þá með þið slökku núna. Já, please ekki horfa. Ég verð samt að taka gler á námur út því að þau eru með styrk. Já, það er smá óþægilegt. Já, ég prófaði það, maður prófa. Ég var bara svona, ég er svona oft pælti í hvort ég þurfi gleru. Ok, ég sé það vel á iPadin. Já, þetta er plus, sko. Já. Sé vel á iPadin. Herru, já. Ég sé þetta vel á iPadin. Herru, viltu hafa glerun? Kannski maður ætti að gera það, en ég sé ekkert langt frá mig núna. Nei. Make that sense. Já. Þú veist, já. Ætti ekkert að svona skemma fyrir. En jú, herru, við erum einmitt Pete og Timothy. Já, þið getið tjekkað á TikTok og Instagram til að sjá The Reveal. Og náttúrulega YouTube-ið, sko, en En hvaðan kemur þessi momenta? Því núna erum við ekki klæddir svo venjulegur eins og Pete Davidson er svona venjulega. Ég skört SNL-sketsinum, eins og ég segi. Já. En já, þetta var, ég veit ekki akkur, sko, þegar Timothy fór í SNL fyrst, ég fæk bara eitthvað þrá ekki fyrir honum. Já. Og bara svona, ég elska að horfa á alla sketsana með honum og bara alltaf þegar hann kemur þá er bara svona uppáhalds sketsana mín. Ég hef aldrei hort á SNL í heildsinni. En bara, ég horfa alltaf á alla sketsana eins og þegar Sabrina kemur og eitthvað þannig. En þegar Pete Davidson og Timothy voru saman, þetta var örugglega besta sem ég séð, sko. This was your Super Bowl. This was my Super Bowl, sko. Hvernig voru þeir, hvað 2 ár síðan núna? Þetta er lengra síðan, sko. Já, og lengra? Já, og ég er búin að biðja Birtu í síðan það gerðist. Að vera þetta. Og svo spurði hún ekki á, hún sagði við erum þetta. Já, þú varst bara í útlöndum og ég panta all Halloween. Já, þú vorst búin að eiga umræðina, bara svona, já, ok, gerum þetta, getur alveg einn af mörgum. Já, þú varst alveg búin að samþykja það, sko. Já, algjörlega. Og en já, þetta er hræðilegast búning sem ég farið í. Já, fyrst. Já, veistu, ég held að búningurinn er ekki hræðilegast. Mér leið betur í grú. Já, ég skil það alveg, sko. Samt var það í andlitna og mér gett óþægilegt, skilur. Já, en sko, mér er aldrei illa að taka upp TikTok. Það, sko. Þú voru líka frammi á gangi á skrifstofan okkar, sko, og það er fullt af fólki að deila þessi skrifstofur með okkur. Ég sagði Sunnivi, ef ykkur lappar inn á okkur, á þessum almenningsgangi sem við stundum á, ef ykkur lappar inn á okkur á honum, það er hætt í vinnunni. Já. Við þurfum ekki að skipta húsnæði, við erum bara hættar í vinnunni. Já, við erum bara hættar í vinnunni. That's how bad I felt, sko, að vera þarna. Þannig að þú veist, please fara á TikTok og gefa okkur og Instagram og gefa okkur ástunni sem við hefum skilið fyrir þetta, því að this was hard. Það var mjög erfitt. Vá, þetta er bara mest erfitt sem við hefum gert, sko, á TikTokunum. Nei, ég held það, sko, í alvörunni. Það ekki, já. Jú. Hvað höfum við gert? Mest Vektor og hann að grú í fyrra bara mjög auðvelt. Stepbröður er svo smá erfitt. Smá erfitt. Þetta er svona smá í takt til það, en við tókum miklu fleiri TikToks þá. Já, það var svo mörg sound, já. Þetta er svona smá í stílu það. Mér fannst því samt sætari sem Brennan. Mér fannst því miklu sætari. Miklu, I like myself with curly hair. Já. Blue, not so much. Nei, sko, svona þurfti að klippa mína hárkollu. Já, ég klippti líka mína, en þín er sko, Birta var fyrst svona anime Sonic the Hedgehog blanda. Já. En núna er hún eins og, ég veit ekki hvað, sko. Er ekki sæt? Já, mjög. Takk. Ég er svo bara léleg Kris Jenner. Já, þú ert svona King Kylie takes Kris Jenner, sko. Já. Love it. Það er ekki sens að því að ég er með tattoo út allan líkama og tattoo í andlitinu. Já, ég líka. Á andlitinu, já. Við erum vonað að fara af fyrir live show. Það væri óskandi. En djöðlega rótna spennta fyrir því, by the way, og við getum ekki beðið eftir að sjá ykkur. Það styttist núna óðum í 1. nóvember og fuck, hvað verður gaman. Þetta verður rosalegt. Við vorum núna í vikunni aðeins að gera græja, þeir sem eru náttúrulega í Close Friends sá það. Close Friends fyrir alla þá sem að eru búin að koma sér með það og þetta verður trillt. Rentapartí ætlar að skreita með okkur. Wow. Oh my god, ég er svo spennt niður, sko. Sviðið, wow, þú veist, hljóðið, wow, í backdropið, wow, í allt. Einmitt er líka bara, ég var að segja það sem rentapartíð sem er ekki að spennandi. Já, verðum vel að segja frá því. Þetta er, að því, sko í alveg, þegar ég er búin að segja fólkinu frá því, það er bara amazed. Oh my god. Já. And first thing first. Já, ég var skála. Eina ískalda 0-0.
Við erum að taka þetta langt fram á kvöldi til, sko. Og þá er Zero bara það besta í öllum heiminum, skál. Skál, vá. Og ég þarf svo mikið kaldan drykk. Já, af því erum búin að vera í skörta yfir okkur. Djöld, tókum við þetta oft upp. Þetta var bara my workout of the day, sko. Sinum, já. Ég var alveg pyrruð þurfti að taka mér úr, sko. Já. Þú hefði ekki verið með það? Varstu með það? Nei. Skam. Það verið sniðut, en bara þetta er the season of Coca-Cola, just so you know. Ég held þess að búin að fá mig Coca-Cola eins og kvöldi. Já. 100% og ef ekki 2 já, leiðu að byrja að hausta sko, það var ég bara, ég sko fengum okkur gæri gleri og svona næsi já, eitt original red best I love it en rentapartí, já, við ætlum að segja ykkur tilbúin það verður fótóbúð já, ok, núna haldið þið að það sé myndakassi, nei jú, þetta sé, já, bara venjulegur myndakassi það heitir myndakassi já, en það er fótóbúð, eins og ímyndið ykkur fótóbúð sem þið farið í raðir fyrir New York og París og öllu, þetta er fótóbúð sem prentar myndir sem eru svona langsumar bara the fótóbúð bara þú ferð inn, þið pósið einhverjum saman, fáið lengi af ykkur það verður þarna fyrir alla til þess að prófa og taka mynda sér verður svona að mæta snemma, hver veit nema ef pappirinn klárast, skilur, það enginn að fylgjast með ég ætla að við verðum ekki svo enn til að fylgjast með þannig ég vona að það gerist ekki, en ef það gerist damn, þú sökka reyna að taka einu myndamann já, en þú veist, fólk er alveg svo verður þetta frítt já, it's free it's for you guys it's from us to you bara fara og taka myndir og rentapartí já, takk fyrir rentapartí þetta verður svo gaman, það verður líka venjulega myndakassi já, það er líka myndi þar we want a lot of pics það sem við viljum er content bara til að muna öllu af því við sjáum ekki frammi við missum að öllu fáum að vera með í fórpartínu okkur langar svo ógeðslega mikið að sjá við veitum að Reykjavík vera allar vera með glow up station Blush vera með sitt geðveikt ballerína allar ég held þess að vera með eitthvað lukkuhjálp ég heyrðist eitthvað a little bird told me já, var eitthvað að tala um það Nix verður náttúrulega líka svæðinu Besties það verður svo flott það verður trubla sko þannig að alltaf ég bleiðilegt að missa fórpartínu já að þið erum baksveis já, en við verðum manna bara að skoða áður já. Þannig já, þið þurfum að taka upp content og taka okkur story í staðinn já og bara have a good night please, það er bara that's all the best night ever já, bara munum bara hlæja upphátt já með fyndinni og bara gerum þetta skemmtilegt þetta verður geðvikt en já, þú veist er ekki allir alltaf að byrja að klæða sig í búninga jú, það ekki ég byrja svo helling á TikTok sko já, frá því fyrir að fólk gera nýtt okay. Þetta er bara, ég sá bara núna daginn öll börnin hennar Trisha, Paytays hvað voru þau? Nei, ekki börnin sjálf en fólk var, skilur Elvis, Barbie og Aquaman bara eitthvað, Trisha, your babies are here það er ógeðslega fyndið já, og það er trendið sem voru að labba dung er þið búin að sjá það? Þannig að já, þú veist, fólk er byrjað úti sko, þú veist, Halloween er helgina það er núna þessu helgi það byrjar þá, það er alltaf þessar 2 og það er aðal Halloweeni finnst mér alltaf að vera helgin undan af því að fólk er bara svona smá koma ógeð í lokin já og bara contenti líka, bara content-wise það er bara allir posta bara eitthvað jóladóti 1. nóvember ég er bara talað í jóladót já, fyrir læfsdót sko piparköku, ballerina að þið eru ekki búin að smakka ég sko alltaf að ég kemur på skrifstöðu þá er ég alveg að kreyfa það já, ég er nefnilega, sé svo eftir ég hafi ekki tekið eitthvað kassa með mér heim sko ég elskar þetta er svo gott sko oh my god, ég hef líka búin að vera að kreyfa piparkökur ég var að segja það í gær já, varstu að segja í gær séu, hann snýr vittlust séu þú fær sérstakann ég valdi að segja þetta what the hell glitch I love it ég elska allt sem er öfugt einmitt elska þetta hér bara afsækja spjátti við bara þurftum að fá okkur smá orku þú erum að vinna yfir okkur hérna já en hérna þeir náttúrulega báðu 2 Timothy og Pete þeir voru aldrei saman í Kardashian fjölskyldunni varum byrjuð með Timothy? Nei Pete endist ekki það lengi sko hann hefði endist lengur Timothy hefði komið já, pottet já fengið svona support í Kardashian fjölskyldunni skilju hún náttúrulega Kim var þarna í Call Her Daddy þá spyr hún eitthvað með hvern mynd hún vilja aftur skilur af Pete og einhverjum 2 öðrum ég man ekki, Chris Humphries Tom Brady hún gæti ekki svaraði já. ég var bara svona, hún er langar að segja Pete heldur það? já, ég held að
Ég held að hann langt skemmtilegast á þessum gæjum, sko. Hún vildi ekki, sko, Alice Cooper spurði hann svona 4 spurningar Tom Brady. Hún vildi ekki svara þeim. Hún ennþá með honum? Nei. En held ástæðan okkur hún var að spyrja svo mikið út í hann. Því Alice Cooper vissi ekki að þetta var svona staðfest, en við fengum þetta aldrei alveg staðfest. Við vissum hún var með Chris Humphrey sem giftist honum. Við vissum hún var með Pete Davidson. Það vindir saman. Allt, sko. En Tom Brady var aldrei nákvæmlega staðfest. Það sem var að spyrja svo ógeðslega mikið hann held ég, sko. Hún vildi bara ekkert svara með það. Nei. Hún gaf ekki mikið upp í þessum þætti. Nei, hún gerði það ekki, en líka hún spurði svo mikið Kanye og eitthvað og við vitum það bara öll bara, hún aldrei að fara að tjá sig En hún fær spurningan 100% fyrirfram, er það ekki? Hún gaf samt í skyn þarna, jú, þú veist, örugglega mjög oft það þannig, hún gaf samt í skyn þarna eins og hún hefði ekkert editorial Frelsi. Já, og svo náttúrulega, hvað, hefur ekki Chloe komið á þér? Jú. Kim hefur aldrei farið? Nei. Og hún ringir hann í Kylie og Kylie bara, I want to come. Já. Hún að fara að sjá Kylie í þessu eftir þetta. Það geti til að vera smá tími. Já, en bráðum. En sérstaklega núna því hún að markasetja sig svo hella mikið, Ég veit það, já. Þannig að það var alveg on point fyrir hana. Það var mjög, Kylie does not do interview, sko. Nei. Þannig að það var geðveikt. En ef hún sér Kim gera, þá var hún I wanna do it. Já, og líka, sko, ef Alex Cooper spyr hana ekkert Travis og þú veist að co-parenta með honum þá vitum við að þessi búið edita question, skilur 100%. En ég held að Kim hafi ekki fengið að vita spurningar það fyrirfram núna út af því hún var einmitt eitthvað svona þegar hún sagði Tom Brady, þú veist, það kom svona smá svipur á hana sem að, já, hún var svona En okkur var hún að fara? Hún náttúrulega, hún var ógeðslega mikið að auglýsa Nike herferðina Ég var að ræða nærbuxunar Nei, ég var að ræða þær Já 12 mismunandi tónar af pubic hairs bara þú veist hún heldur bara áfram að sjokkra ég var að ræða þetta í útvarpinu morgun ég sagði, þegar nipplubrjóstaldurinn kom út þá voru við bara, what the hell? Hann eðlilegast hlutur heimi fyrir mér geðveikt eðlilegur og þegar hann kom með piercing, love it bara, you Google and Coco það eitthvað eftir að fara að gerast og við eftir að finnast þessar nærbuxur eðlilegar potið, en þú veist, ég veit ekki hvað meira concerning að þetta var til eða hún sé sold out ég veit ekki Hver að kaupa þetta? Ég veit það ekki. Það Ed Gein eða? Þú veist, ángríns, gæti þetta ekki verið uppi þá? Já, hann myndi að elska þér. Hver ástæðan? Ég veit það ekki. Þetta örugglega bara eitthvað svona, bara kynlífsbúðadæmi, skilur við? Já. Eitthvað svona fettis. Skrítið, hún alltaf að fara svo stykta leiðir. Þú veist, en hún sá bara, þú veist, hún grætti örugglega fuckload shit of money. En sko, örugglega. All the creepers. En örugglega, ég myndi örugglega halda svona 80% ok, 70% af kaupunum. Kallmenn. Já, ok, kannski. Það sem ég ætlaði að segja er svona as a joke gift. Líka það, já. Ég held það. Nei, ég held ekki 70%. Ok, kannski ekki 70%. Ég held að 70% creeps, 10% joke og kannski 20%. En creeps á hverju, hvað er að gera við það? Það er margir sem safna eitthvað svona skrýtnum nærbuxum, sko. Já, líka eitthvað þannig. Svona gælur sem er að selja notuð nærbuxum sínar. Já, það er allavega heill markaður, sko. Stór markaður. Það er örugglega bara að vera í þessum og selja ekstra með pubic hairs. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega bara fyrir þann markað. Já. Ég skil ekki alveg í hvað átt hún ætla með þetta. Og því það er ekki langt síðan hún gaf út þarna dóti fyrir andlitið. Já, einmitt. Lítalæknadæmi. Og þá vorum við svona, já, hún er búin að gera þetta fyrir þá sem er búin í facelift, það er hennar markaður. Hún er bara klokkinn og fullt af markaðum sem að maður er ekkert að sjá fyrst í dagsljósi, sko. Nei, hún er alveg bara með örugglega research á bara á öllum sviðum, sko. Já, greinilega. En líka, það er rúmur sem hún hefði verið í facelift af því að hvernig hún mætti þarna. Já, en Chris Appleton postaði samt líka mynda henni, málari. Já, af hverju, hvað er málum með þetta? Behind every, face mark is a glam team very disappointed. Já, einmitt. En hvað er málið með þetta? Þetta er nú ekki fyrst skipti sem hún gerir þetta. Ég var svona, oh my god, Kim, þú ert að reyna, þetta fannst mér fannst smá svona, you've done this. Já, og líka bara, mér finnst þetta bara vera svo mikið Kanye. Já. Mér finnst þetta bara, þú veist, akkur er þetta ekki bara að gera eitthvað sem er original þú, skilur við? Já. Mér finnst þetta vera smá hann. Já. Þetta dæmi, skilur við, svona Mér fannst það bara vera svo Met Gala þarna. Já. Það var líka svona, þetta er svona mikið Kanye-vibe, já. En já, hún mætti hana með grímu, hvað awards voru þetta? Nei, þetta var þetta ekki bara svona charity award, eitthvað svona. Já, eitthvað hann.
Það var bara eitthvað svona viðburður, þetta var ekkert eitthvað... Bara af hverju samt? Ég veit ekki, ég var til að grafa í hausinn á henni. Já. En, á ég segja smá fakt sem SNL. Já, please. Af því að það vitur ekkert allir hvað SNL er. Nei. Maður oft sé að sketsa, bara að þið muni eftir Domingo, og Sabrina læginu. Hvernig var það aftur? Hvernig var það? Við ætlum einhvern veginn að taka TikTok og svo... Já, svo var bara búið að eyða samtinu upp. Ég ætla að finna það bara. Sorry, ásturinn mínar. En ég man rosa mikið eftir SNL því að Kim fór líka í þetta... Já, hún var host. Host einu sinni rétt eftir hún skildi við Kanye. Og ég bleika svona flaugjal. Já, og það var óslega stórt fyrir henni. Ég man eftir að horfa þessi þátt að það var hann bara svo gæða stressu að þetta gæða svona big step að vera host. En það er oft svona celebrity host. En það er svona, þetta er bara svona basically live theater, sketcha þáttur. Það eru einhverjir teiknir fyrirfram og einhverjir live og svo er alltaf eitthvað svona celebrity og það er alltaf eitthvað einn music guest stundum verða bæði. Já. En já, þetta er hennar lag. Ég muni alveg eftir þessu, örugglega. Já. En þú veist, já, ef þið viti ekkert hvað SNL er, þá vitið það samt örugglega út frá einhverjum sounds. Já, og þetta er, þetta er bara þáttur. Þetta er svona pínu, svona eins og bara svona, já, það er ekki að líka þessu vinninu sem er, þú veist, live-inn eitthvað á Íslandi, þú veist, einu sem er mögulega dettur í hug bara vika með Gíslamartinni, en sko, að þau eru líka mynd að fara svolítið svona yfir vikuna, en þau gera það í sketchum, þú veist, þau gera það sem nýbúið að gera, þannig að, þú veist, Í SNL þá. skilur, þú veist, og En samt bara líka bara geða random. Geða random líka, sko. En þú veist, svo er tónlistaratri, það er svona, já, einhvern veginn, eina sem maður getur lýst við. Já, en SNL bara byrjaði 1975 og ég man því ég var í New York núna í ár, í janúar. Það var bara eitthvað svona út allt bara SNL 50, eitthvað, þetta er svona 50 years bara í loftinu, alltaf live á laugardögum. Og ég man ég labbaði framhjá þar sem það var, skilurðu, Það sem þið tekið? Já, og það er alveg iconic, það er svona fullt sem maður getur skoðað og eitthvað hannig. En hann hét fyrst NBC Saturday Night, að það var einhver annar þáttur sem hét Saturday Night Live á þeim tíma. Okay. Þeir fengu það svo til sín. En það er fullt af frægum leikurum, bara heimsfrægum sem ég vissi ekki einu sinni, sem byrjuðu bara feril sinna. Já, líka bara sem handritshöfundur, ógeðslega handritshöfundur og þannig byrja bara svona meira svona behind the scenes eða eru bara aukaleikarar í sketsum og það orðið síðan frægi leikarar. Já, en meðal annars er það Eddie Murphy, Bill Murray, Tina Fey, Will Ferrell, Adam Sandler, Kristen Wiig, Jimmy Fallon og Amy Poehler. Þetta er rosalegt, sko. Og náttúrulega Pete Davidson líka, þú veist, hann kemur bara frá SNL. Já, ég er meira svona að tala um hina. Já. Pete Davidson náttúrulega. En já, ég var bara what, eitthvað, þú veist, Will Ferrell. Hefði haldið kannski að hann hefði bara komið og verið meira frægur. Bara nei, hann bara eftir þetta. Þá fór hann að leika í Anchorman, sem er svona smá SNL-væp. Já, algjörlega. Svona fretta, já. Já, og líka bara svona hvernig sketsanir eru í því. Já. Svo Elf, Step Brothers og allir þetta kemur allt eftir SNL. Já, hann hefur byrjað mjög ungur þar. Já. Wow. Og gríns, what a king. Já. En, já, hefur verið bara alltaf frægasta í heiminum, bara liðið komið hana, David Bowie, alveg Taylor Swift, bara allir, skilur. Já, verið gestir og hostar og, já. Þetta er mjög skemmtilegt, sko. Það er skemmtilegt að þannig, ég hef aldrei, eins og segi, ég hef aldrei hort á heilan þátt, en sketsarnir eru yfirleitt mjög skemmtilegir, sko. Já, þau unni alveg 90 Emmy-verðlaun. Já, já. Og einu sinni á 9. áratugnum þá var SNL alveg að fara bara krassa. Og þá kemur Eddie Murphy og gengur við liðið og bjarga áhorfinu. Pældu hvað þetta fyndi, ég aldrei veit að Eddie Murphy. Nei, einmitt. Það er óslega fyndi. En já, það er við vorum eitthvað að pæla hvort það hafi verið ykkur Íslendingur. Já. En ég finna ekkert það, sko. Nei. Örugglega Björk eða eitthvað, eða það ekki? Maður veit ekki, jú, en þú veist, ég myndi alveg að giska. Nei, það hefur verið gert mikið grín af henni. Björk? Já, þú veist, hún í sketsum þá, skilur, það hermdi eftir henni. Já. Monsters of Men, var það ekki íslenskt? Jú. Það kom... Voru þeir þessi tónlistagestir? Já. Ó, já, einmitt. Þannig að þau sjáum Laufey hana bráðum, sko. Já, vá, hvað setjum þessi Laufey? Guð mig góður, kemur pott núna bara eftir túrnana, sko. Já. Bara sooner than we know, sko. Já. Það var bara næsta lög þetta, sko. Já, pott, já. Já, gríns. Það er út í New York. Já. Þannig já, þetta er svona skemmtilegt. Og við kynnumst Pete Davidson gegnum þetta.
og mér margir leikarar og söngarar bara ná að koma sér á framfæri eins og mér varst Timmy ekkert spes áður en hann fór í SNL svona aðra hliðar ég horfði ekki tvisvar svo svona sér maður húmórinn og þetta bara svo ok, þú ert capable of fun time það svona einmitt og Sabrina Carpenter hefur líka verið dálítið oft hún er alltaf geggjuð skilur hún ógeðslega fyndin þannig að já hún var með núna að síðast ræða já, svo flott hún var alveg með bara, það var svo mikið svona leikrit, svona mikið leikið já, bara setti það líka geðvikt tónlistasetti geðvikt flott sko such a queen já, það var ógeðslega flott þannig að já, ég bara klálega, maður fylgist betur núna þá með SNL og líka bara öllum hinum sem eru koma að því þetta glæð, these are the next stars já, klálega, maður alveg, það einn sem að leika Domingo í sketsjónum sem alltaf búin að vera að halda áfram síðan Ariana Grande tók hann á Domingo Espresso-leið mér finnst hann orðin nýjum Pete Davidson já hann orðin svona gælur að simpa yfir honum hann fyndin og núna sem að horfir á SNL þá má svona byrja að kannast við hann skilur já, allir aðaleikarnir eru svona smá blandast í einn já. Núna fyrst við byrja að þekka svona hver eru the writers og þannig en hann svona nýji Pete Davidson ok, hvað heitir hann? Marcello, þetta ég skrifaði ekki þar Búst með það áðan allavega Marcello hann á okkur mjög löngnöfn já, var það ekki? Í minningunni skrifaði það ekki niður þegar ég sagði þér það nei, ég náði ekki að skrifa niður já. Bara aftur. En á meðan þú googlar þetta þá ætlum við að minna á alla að það leynast pink ticket, golden ticket í einhverjum bestis, ég var að segja öllum bestis en þú veist bara einhverjum, við veitum ekki hverjum já, gullmiðin alltaf tenni það er ekki búið að fá hann við getum sagt okkur það er ekki búið að fá gullmiðan við erum búin að fá að vita að það er pink ticket jáps, það er eitthvað búin að fá pink ticket sem er goodie bag frá tilbúinu eða niður live show þannig mjög spennandi geðveikt en við erum ógeðslega spenntar við erum eftir að leita hans betur, við erum búin að fara í nokkra hækkumsbúður og kaupa okkur, við þurfum að fara í fleiri já, við þurfum að fara í fleiri og kaupa okkur, reyna að vinna, það er svo gaman þetta er skemmtilegt já, þetta er ógeðskemmtilegt þetta er mjög skemmtilegt það vil ég vanka dæmi sko já, það er svo gaman að vera tilbúið svanka sko já, bestis svanka já þannig við höldum með ykkur og þetta er líka í mínu bestis þetta er í bestis og mínu bestis þannig að bara go wild þurfum langar ekki til útlanda í janúar það er all over sko veturinn ángríns, ég þarf það það verið yndislegt já, það væri alveg dásamlegt Dömi nafnið hans hann heitir, þetta var kannilega, já ég ætla bara að segja styttra nafnið hans hann heitir Marcelo Hernández ok það er vel að kíkja á hann geggjað en hann er svona nýji Pete Davidson Pete Davidson er smá on the low hann er bara að vera pappi og komið konu já, hann er með hann að taka all tattoo sín já, hann er svolítið bara svona on the down low sko sem bara geggjað hann, þú veist, hann fekk alveg svo mikla óumbeðana athygli af völdum Kanye West þarna í enda sambandsins þeirra já ég held að hann var bara mjög fed up sko það er bara algjörlega já greið kallinn sko já, það var ekki alveg nógu gott bara fyrir einn, það er engin vilja lenda í klónum á Kanye sko nei, ég var alveg til að slappa það sko já, það er erfitt það er svona eitthvað sem ekki alveg heill tekur maður fyrir nei, kannski ekki hann já, en já, það verðist eins og sé allan að bara njóta núna og bara líði vel, já. Það er ekki ekki that's all we want við elskum hann já bara, og náttúrulega Timothy, hann er þá bara það er bara going strong með Our Lady Kylie, þau er alltaf bara going strong það er, þau eru að koma fólki ávart með það já, þau eru bara saman síðan, hvað, 2003 eða eitthvað já, alveg mér líður þessi lengri tími já, mér líka, er það samt það er 2023 já, er það ekki, meikar það ekki sens jú, kannski meikar það sens jú, af allt ári fyrra, jú kannski var bara snemma eða eitthvað ég held að ég held að bara spot on hér já, það er rétt hér en við ætlum með þessum þætti svona aðeins að fara yfir The It Boys já, The It Boys of Hollywood og þá erum við ekki að taka fyrir þá sem að hafa svona alltaf verið sko og að þegar við getum verið einn dag við ætlum að taka ungan Pittara, ungan Leo nei, við erum bara að taka þessa sem eru núna já, og fyrir okkur, fyrir ykkur og eitthvað sem við hefum séð á netinu já fyrir einhverjum
Við spurðum ykkur sko, við vorum búin að taka niður nokkuð nöfn, við þurfum að kíkja þessi yfir eftir líka, hvort sem að gleyma ykkur sem að þessu. En það hérna, hér komaði It Boys og bara bæti inni á tölum við It Boys. It Boys drekka Happy Hydrate. Við drekka Happy Hydrate sko, þeir eru passa búin öll steinöfn og sölt. Það er alveg It Boy. It Boys eru kannski á kreatínunu. It Boys taka kreatín. Já. Klálega. Aðeins að hanna. Vöða uppbygginguna. Já. En byrjum bara á Timothy Chalamet. Hann er bara fættur í New York, hann er bara alveg from USA, sko. Bandarískur. Alveg gegn. Hann er alveg franskur líka. Og það? Já. Hann er French American. Mamma þá franska eitthvað þannig? Einhverja rætur að rekja. Hann talaði alveg fransku í einhverjum spólum og eitthvað. Hann er alltaf fættur í Bandaríkjunum. Sko, segir þetta svo er það bara ekki. Já, hann heitir ekki alveg Timothy Chalamet. Það er bara rosalega franskt, sko. Svo fyrir að segja það. Ég er greinlega bara bullakerfinir. Já, Frans og American Heritage, já, bæði. Já, bæði foreldrar hans? Nei, þú veist, hann er bæði, skilur. Já. Hann er með French roots og American roots. Já. Pappans megin eru fransku ræturnar. Og hans Chalamet. Já, Chalamet. Hann talar bara fluent fransku. Duglegur. We love a bilingual guy. Rétt. Þessum mál ógeðslega fáir í Bandaríkjunum eru bilingual. Já. Þú veist, það er alltaf bara enska, that's it. Já, punktur. Þannig að flestir íslenski strákar eru bilingual. Rétt. Þessar plásthárkollur, mér byrja að klæja undan þessu. Já, mér bara það er svo vel. Það er náttúrulega bara ekki gott að vera með plast, sko. Og þú veist, þess vegna notum við líka bara natraker. Já, við erum ekki að tróða plastellan inn í okkur, bara hausinn á okkur. Ekki beint í blóðstreymið okkar. Nei, hann er bara minna okkur á það, krakkar. Já, notum við natraker. Það var ekki gott að byrja að klæja eitthvað starfans þar. Nei, þeir á þeim stað. En það er laust við allt eitur og plastefni, þannig að annað en hárkollunar okkar right now. Já, þær eru að eitra á mér heilan, ég finn það. Já, ég finn það. Ég verð bara dumber and dumber. Já, wow. Dumber. Frægasta svona hlutverkin sem við séð Timothy í er væntanlega bara Dún, svo Wonka náttúrulega, hann var aðal hlutverki í Willy Wonka og Call Me By Your Name. Þetta er að vera frægasta hlutverkin hans. Það er The Peach Movie. Það er The Peach Movie. Já, hann var alltaf líka í Little Women, sko. Já. Ég kynnist ekki Timothy úr Dún eða Wonka. Nei. En ég er svona að pæla hvað hann kynnist maður honum. Því man ekki eftir honum eitthvað. Nei, ég kynnist honum í raun og veru bara, þú veist, þegar Kylie er að byrja með honum, sko. Í alvöru? Já. Ég held í alvörunni, ég kynnist honum gegnum SNL. Og ég alltaf bara séð að hann var að leiki einhverju. Af því ég hef ekki séð neina þessar myndir sem hann er að leiki í. Ég man bara að, þú veist, nema Call Me By Your Name, þá hún samt 2017. Já. Ég veit ekki, allavega, fyrirlega hans hófst bara á því að byrja að leggja auglýsingum og svo leis. Já, ok. Og svo og svo fór hann yfir í sjónvarp og svona. Hann er steingitt. Ég er svo tjátt segir á mér, steinbítur. Já, hann er steinbítur. Ok, hann er steingitt. Hann er 95 módel. Hann er 30 ára. 30 ára, já. Hann er ekki orðin. Nei, einmitt, ekki ennþá. 27 des. Svo er það hann Pete Davidson. Við erum alltaf tekið alveg heilan þátt tilenga á honum, sko. Þannig að ef þið vilja checka á Pete, þá getið þið það. Allt um hann. Ef þið vilja allt um hann, já. En hann er mitt, við höfum bara, hann er fiskur. Hæ? Er hann ekki fiskur? Nei. Hann er ekki sportryggi? Jú, hann er Okkur stundur, já, hann er sportryggi. Hann var ámali 16. nóvember. 16. nóvember, 93. Þannig að hann er 30 eitthvað, takkið eitthvað? Já. Ekki? Jú, 32. Segðu það. En já, hann er í dag einmitt bara að fara að vera pappi, sem ég veit að er honum ógstað mikilvægt, hann misti pappa sinn. Næ. Já, og og hann hefur alveg talað óbyrgskátt um það að það hefur verið mjög erfitt, þannig að ég get ímyndað mér að hann sé bæði spenntur og stressaður fyrir hlutverkinu. Já, potið. En hann byrjaði alveg uppstandi 16 ára og svo fór hann í SNL. Já, hann var einn yngsti meðlumur SNL. Það er rosalegt. En hann er líka meira svona, þú veist, hann er meira svona comedian guy. Hann er ekkert endilega, þú veist, búin að leika. Nei. En hann er þekktur bara fyrir að vera svona geða fyndinn og
Já, hann er alltaf bara svona uppistandari. Já, hún vera með uppistand og svona, já. Sketsaleikari, sko. Einmitt. Það er kannski smá öðru í þessu heldur en. Þetta er rosalega mynd að Jacob Elordi sem kom inn upp fyrir mér. Vá! Þetta er eitthvað AI eða ekki? Jú, ég myndi halda það. Jesus Christ. Næstur lista einmitt hann, Jacob Elordi. Ég hljóta nú flest að þekka hann úr Saltburn. Birta, þú tóltar séfin á honum. Jacob Elordi, mest hann flottur leikari. Leikari, já. Mest hann flottur leikari. Hann frá Ástralíu. Já, ég var alveg að snúsa á það. Já, ég heldur rættum það þegar Saltburn kom út. Ég var bara búin að gleyma þér. Já, hérna, en hann er náttúrulega búin að, þú veist, hann er klálega þekktastur fyrir okkur úr Euphoria. Já, klálega. Við kynnist honum fyrst þar. Já. Svo fór hún í nokkrar spólur á Netflix. Já, Kissing Booth með Joey King og eitthvað. Já, ekki alveg nógu góða myndir. Nei. En hann, þú veist, en já, Euphoria er hans, stage en Saltburn síðan, guð minn góður. Það kom hann aftur upp, sko. Já, og svo bara beinu kjölfar því, það er ógeðslega stórt hlutverk sem Elvis Presley í Priscilla. Já. Þú veist, það er huge. Ég er ekki búin að sjá hann enn. Nei, það var eitthvað að horfa á hana, það eitthvað staðar sem ég var. Þannig ég er búin að sjá smárunni. Spánið eða eitthvað. Já, eða hvort það var bara heima og tengdu eitthvað, það var bara á Íslandi. Og myndi var í gangi, en ég svona datt eitthvað svona smá inn í þá mynd. Hérna, en hann var svona theater kid og svona leikus í svona menntaskóla og þannig, eða svona. Og svo byrja hann að vera í þáttum og bíómyndum 2017 sem þau tala um. Já, það er sem kringum Euphoria það. Já. Þannig að hann er alveg brand new þannig séð. Hann er það? Já, upp á yfirborðið. Já, en þetta er 97 módel. Já, einmitt. Og krabbi. Hann er krabbi. 27. júni. Já, þannig að hann er bara, ég held að þetta sé svona gaur sem að mun svona, ég held að hann fyrir mér vera svona Brad Pitt og Leo, bara hann verður bara svona endalaust í þessu. Já. Og mér er alltaf að leika sömu típuna. Eitthvað myndarlegan mann. Leika það. Smá toxic, já. Svo næsta lista erum við með Christopher Briney. Hún sé setja rétt. Já, ég held að. Þetta er náttúrulega engin annan en Connor. Conrad. Connor. Já, bara nefni, það passar ekki. Hann lítið heitir ekki annað. Conrad Fisher. Conrad, já. It's the summer I turned pretty. Já, og hann er náttúrulega, þú veist, ok, remind me, var hann í Mean Girls myndinni? Já. Aaron Samuels? Já, hann var það. Að því mann þegar við vorum á, þá var ég ekki byrjuð þessum að turned pretty. Já, bara Conrad. Já, fannst ekki Connor. Nei. Connor. Ég man við vorum á Mean Girls hann að söngmyndinni og þú varst eitthvað, hann? Og ég eitthvað, hver er þetta? Já. Þú eitthvað, þetta er bara, hann er algjörst eitt bói, ég eitthvað, ég sé það ekki. Ég sá það ekki í þeirri mynd. Ég sé það ekki enn, sko. Nei, þú veist, en... I don't like him. Nei. Þetta er bara að skemma bara fyrir þér. Hann sjálf þessi leikara. Já. Þú veist, þegar hann var Aaron Samuels, þá var ég bara svona, nei. Já. Þegar Aaron Samuels var svona good guy. Já. Mér finnst hann ekki verða það. Nei, einmitt. Hann er bandarískur. Já. Frá Connecticut. Já, og klárlega hans frægasta hlutverk hingað til er Conrad. Það er bara fyrsta stóra hlutverki hans. Hann bara útskrifaði eftir leiklist og fekk bara þetta hlutverk. Var hann ekki Mean Girls? Það var undan. Já, þannig að hann var ekki útskrifaður eða eitthvað þannig. Þegar hann var í Mean Girls? Já. Veit það ekki? Nei, já, þú með auðvitað, The Summer I Turned Pretty kom út á undan. Já. Var ég að regla? Já, bara hugsa mína tímalínu. Já, þú ert eftir á. Er ég ekki center of attention? Nei. Bara, stýst ekki eftir mig. En veistu hvað stjörnmerki hann er? Hann er fiskur. Það? Er hann ekki fiskur? Nei, hjá mér er hann ekki fiskur. Ok, ekki nota chat. Ef þetta stendur 24. mars, þannig að hann lítur hrútur. Það er eitthvað að tala um hann sé hrútur. Veistu það er ekki hægt að... Það er ekki hægt að... Nei, við höfum ekki notað þetta aftur. Nei, hann er ekki steinbítur heldur. Christopher Bright 24. mars. Já, það er Aries. Fucking, þú veist ekki eins og hvað þetta er. Það er tjátt, tjóðan heimskur. Allavega. Ég vil ekki treysta neinu með þessum. Nei, veistu, er hann í sambandi? Já. Hann er með Isabel, gælunni, sem að... Nei, það var hinn. Allavega, Já, var það ekki hinn? Gavin? Nei. Ok. Jú. Já, Jú, hún heitir Isabel. Jeremiah
var með Isabel, já. En hann samt í sambandi, það var gett umrætt kannski toxika því að hann mátti ekki snerta Belly í allan tíman, skilur hann snertir fór enga konur, skilur á karpet og eitthvað þannig. Já, jú, það er Christopher Briney, girlfriend is Isabel. Ok. Já, ok, já. Já, það er ósað fyndið. Isabel Conklin. Já, býtu, þannig hann, var það bara svona eitthvað orðrómur sem kom upp, að hann mætti ekki vera... Já, ef hann horfir á karpetið þeirra, það er hann bara eitthvað, þú veist, hann þorir alltaf að horfa á. En var það ekki Jeremiah, sorry, fyrir ykkur sem veit ekki hvað þessu görur eru, en var það ekki, ég ætla bara að segja Jeremiah því að mann ekki Gavin, já, var það ekki hann sem var líka eitthvað sem gett útskúfaður? Jú, það lúkkaði þannig, sko. Já, lúkkaði þannig, já. Ok. En hann er einu sem er að passa, þú veist, það er eins og að sé svona skipt upp, skilur, gæla sér líka Taylor. Hún var svona gett mikið ein og hann passaði upp á hana, skilur. Já, ok. Og Lola sem er, hvað er hún? Rithöfundur. Nei, já. Hún er alltaf bara að horfa gett mikið á Conrad, leikarann, skilur. Og, ég veit ekki, þetta geði skrítið samband, bara chemistryinn þeirra er bara eitthvað off. Ok. Það er eins og einhvern veginn, allir hata alla og, þú veist, hún er bara að horfa á Chris eins og hún sé bara ástangin á honum og hann horfir ekki svona í áttin á henni. Hann getur ekki hort á hana eða snert á hana, skilur. Og fólk hún að kenna kæristun hans það. Já. Eða, þú veist, sambandin er að segja Já, umlagt. Já. Glatað. Það er skrítið að megi ekki alveg bara svona aðeins, þú veist að... En erum við vissum að það megi ekki? Þú var eiginlega að horfa á þetta. Já. Þetta er alveg smá off. Það þarf ekki að vera kærastan sem er bannað. Nei, klárlega. Kannski er hann bara að reyna líka að vera respectful eða eitthvað, skilur. Já, og það er bara coming off so wrong. Já. Klálega. En hann er bara, það er ógeðslega mikið að klippinu þar sem hann lúkar bara svona get off, skilur. Greið. Svona leiðilegur in real life. Já, en hann er svona klárlega eitt boi. Klálega. Þú veist, það er alveg margir sem að, er alltaf flestir sem eru Team Conrad, þannig að mjög margir eru þar. En svo erum við með meðleikarann, Gavin, Casalengno, það eru færri þar sem að myndi, þú veist, vera bara, ég er tím hann. Mér finnst hann samt eitt bói þó að hann sé leikarinn, skilur. Ég sammála þér, en ég tala svona færri í hans liði, kannski. Já, það er lengin, sko. Nei, en hann er klálega eitt bói, samt líka. Hann er á Texas. Já. Hans náttúrulega stærsta bara hlutverk hingað til er Jeremiah. Nei, hann var Damon Salvatore. Í Vampire Diaries. Gavin? Já. Hvenær? Þegar hann leika barna Damon. Það? Já. Okay, það er svona ekki stærsta hlutverk hans. Hann bara pældi að vera leikari á þessum tíma og að leika í Vampire Diaries. Já, en þú veist, það mun ekki margir eftir honum. Hann er kannski ekki stærsta hlutverki hans. Hvað mennur ég víst? Heldur þú sé ekki þekktari núna? Núna, jú, en þú veist, ég man þegar ég horfði á því Vampire Diaries, ég bara heiti Jeremiah. Oh my god, en fyndið. Já. Ég bara, er það Jer, what are you doing here? Þá var ég byrjað að horfa Somewhere Pretty. Já. En hann talar að þetta sé hans svona breakthrough, skilur. Já, örgulega, en ég held að hann sé svona frægasta hlutverki hans setur Maja. Já, í dag, en þetta er hans breakthrough. Leika í Vampire Diaries. Störlað, það er alltaf ekki allir sem getur sagt það. Nei. Og hann er í sambandi. Já. Hann er giftur. Hann er giftur. Er það ekki? Þau giftu sig í hitt fyrrað eitthvað. Vá. Já. Alveg ung, sko. Já, mjög bandarist. Svo erum við með Austin Butler. Hann er alltaf líka talinn svona algjörð eitt bói. Og mér finnst fólk vera svona annarkvort eða. Þú veist, ástökjuna hann með ekki, sko. Já, mér finnst það bara flottur strákur. Já, og ertu þarna í miðunni bara? Já. Ég fekk svona smá ekk. Já, þú veist, ég er ekkert eitthvað að pæli á honum, skilur. Nei, þú veist, en ég fekk svona smá, það var eitthvað eftir Elvis-myndina. Já, ég sjá Elvis-myndina. Nei. Hann var geðveikur í Elvis-myndinni, það var bara, það skorti ekki neitt. Það var bara að festast með hann hreim, var eitthvað svona smá ekki, og líka það, hann gæti ekki, þú veist, því ég sé hann og það var eitthvað myndband, var ekki að síðast að metta eitthvað, Vanessa var að labba fram hjá honum og hann bara svona passa sig að líta undan, þú veist. Myndið þú ekki gera það líka, ef þú væri fyrir hann því? Ég væri bara... Samtalið, þið eru samtalið í sama geira, það er alveg þetta, þú veist, það er alveg hægt. Það er bara óþægilegt. Já, ég veit ekki, mér fannst það eitthvað skrítið, og internetunum fannst það mjög skrítið og voru bara þegar þeir voru saman í svona mörg ár, geti ekki... Kannski ekki. Veist, þarf það að snúa... Eitthvað sem við vitum ekki. Kannski. Sem við fari gegnum... Kannski hataðu ykkur þannig. Já, þú veist, það looks like it, to be honest. Nei, þú ekki bara gera það. Þau með það bara. En
hann svona, við kynntumst náttúrulega Austin Butler úr hann Carrie Bradshaw Diaries eða eitthvað. Carrie's Diaries. Carrie's Diaries, já. Við gleyma þeim. Þeir eru góðir. Já, þeir voru alveg discontinued, eða þessi hættu. Já. Það var ógeðslega leiðilegt, það var svo sætan að leikona. Var hann ekki líka eitthvað, það er ruglað. Ég ætla að kynnast honum þar. Já, ég líka sko, klálega. Mér líður sem hafi verið ykkur öðru líka eftir það. Ykkur svona þáttum. Carrie Diaries, já, það geti alveg verið. Ég man bara eftir hann með því, svo man ég eftir náttúrulega Elvis. Og svo var hann náttúrulega líka núna í Dune, part 2. Já, hann úkslegur því. Já. Var hann ekki í part 1 líka það? Var hann búin að sjá bæði? Ég veit ekki, kannski var hann, en var þessi vondi kall í Dune part 1? Ég man það ekki sko. Ég man ekki hversu margar spólur ég horfði á. Nei. En hann klálega að tala um vera svona einn af Hollywood's it boys today. Já. Hann verður klálega líka alveg svona bara að pittaði mig sko. Já, alveg 100%. Hann var líka once upon a time in Hollywood. Er hann að fara að vera American Psycho? Eða var hann í American Psycho? Nei, það er ekki rumored. Og hvað mynda á honum eins og hann séð hann bara. En það? Já, en þetta er bara eitthvað ég dæmi. Það var bara Google, sko. Já, ok. Það var eitthvað að vera að tala um daginn, þú veist, en það var líka bara Jacob Lordy og eitthvað. Það var eitthvað rúmur til þess að vera Patrick Bateman. Já. Ég veit ekki með það. Ekki Austin, nei. Nei, ég samlaður, ekki Austin, sko. Frekar, hvað sagði hinn? Jacob, já. Já, eða Patrick Schwarzenegger. Hann var geggjaður. Hann var geggjaður. Hann er líka smá uppbói. Hann er uppbói, klálega. Næstur á lista samt hjá okkur er Charlie Hunnam. Já. Hunnam. Þú kynntist honum, já, það er þess að fyrir ykkur sem ekki vita, er kannski bara, hvað nafni það? Þá er það Ed Gein. Í Monster þáttunum núna. Já, leikarinn, auðvitað. Já, hann er Ed Gein. Leikarinn, já. Já, hann var í spólu sem hétt The Gentleman eða eitthvað. Charlie. Já, mann eftir hann þar, The Gentleman. Og svo var hann í Sons of Anarchy sem er mjög frægir þættir. Ég hef reynda bara séð mjög fáa. En ég ég sá ekki mikið af svona thirst traps á honum á tímabili. Úr því, Anarchy, já. Ég hef ekki séð það, sko. Nei, þetta er eitthvað svona... Er það ekki þetta móturjóla eitthvað svona emo-dæmi? Maður sjá. Það hljómar á þig? Já. Motorhjól gang, já. Já, einmitt. Já, hann er mjög mikið svona celebrity crush á mjög mörgur sem ég þekki, sko. Já, hann er breskur. Já, hann er breskur. Ég elska breska leikara. Já, ég líka. Það eru skemmtilegir. Það er alltaf svona gaman þegar svona, maður er að horfa okkur spólu og þú tala með amerískur heim, svo kemst maður að henni Breti. Já, já. Ok. Það er svona, út næri mér. Já, það er svona, já. Svona extra. Já. Extra hot. Hann er hrútur, sýnist mér. Og hann bara, byrjaði á að leika bara í bresku sjónvarpi og hefur núna svo unnið sig upp í og er náttúrulega, ég veit ekki, allir frægasta hlutur ekki hans verði núna, Ed Gein. Örglega. Já, og því hann alveg, það er svona stórleikur einhvern veginn. Já, því hann alveg, þú veist, er með rattbreytingu og röðlega, þú veist, þetta er alveg, já, stórleikur. Þetta er rosalegt, sko. Ég er ekki búin að leggja í þetta, sko. Já. Ertu búin með þetta? Ertu búin með það? Nei, ég á 2 eftir. Já. Mér finnst þess að þurfa að klára þetta, sko. Ég hata að skilja eitthvað eftir. Já. Og klárað. Já. Af því ég hef heyrt bara sinns til þetta þá er fólk byrjað að vorkina honum svo mikið. Einmitt. Má okkur vita hvort í vorkina honum. Einmitt. Og ég held að sért smáli crazy á vorkina honum. Já, en sko, fólk er að segja að í endan færður svona smá það og þegar hann fær greininguna sína. Já, skiptó. Já, og þá séu fólk eitthvað svona, já, þú veist, vorkina honum að því að ef hann hefði kannski bara rétt grindur og réttum tíma þetta getur komið í veg fyrir þetta og þú veist já, en þetta var svo 1930 eitthvað, sko. Ég veit það, ég held að það er mjög erfitt ég er ekki búin að horfa á þetta en ég ætti rosalega erfitt að fara að vorkina einhverjum, held ég. Já. Persónulega. Já, en það sjáum bara hversu góð leikar hann er klárum þetta. Já, algjörlega. Hvort við vorkinunum? Akkurat. Svo næstur á lista, þetta er mannski sem ég þekki ekki mikið, en er tekin fyrir þegar það er svona að tala um It Boys. Það er Damson Idris. Já, ég hef ekki heyrt þennan mann. Nei, þetta er sem sagt breskur maður. Hann er leikari, frumkvöld og film producer, þannig að hann er þú veist líka að búa til myndir og þannig
þú manst eftir hann hvernig hann kom klæddur á Met hann var í svona einhverju formúlubúning og reif sig úr og var það í rauðu það var alveg gett cool hann talin vera svo algjör svona eittbói í dag sko þessi maður en hann hefur leikið í ykkur sem heitir Snowfall og svo leika núna í F1 þetta var náttúrulega bara einhver formúlu rosa vinsæl mynd núna þú veist Brad Pitt í henni og eitthvað svona F1 the movie þess vegna var hann örugglega í F1 og Met örugglega advertising it en hann talin vera eitthvað svona voða spennandi og ég veit ekki betur en að mér sýndist eins og það sé verið að tala að hann sé að deyta Lori Harvey en ekki lengur þau sást aftur saman núna 2025 sko ég veit ekki hvað það samt sko Lori Harvey hún búin að vera með hún var með honum Michael B. Jordan þetta dóttir Steve Harvey er hann ekki American? Steve Harvey og þá hún jú það var ekki þessi breskur en þetta eitthvað gaur sem að við getum lagt minni og fylgst með kannski sjá hann í einhverjum skemmtilegum spólum núna framöndan ég hef ekki séð neitt af því ég hef ekki hort á F1 sko en það tala svona samt að hann svona fyrsta frægur hlutverk var Franklin Saint í Snowfall það er einhver sería en hann samt var þýðurkjöt í grunninn og er Meja bætur 91 Meja, hann ammali saman dápað minn skemmtilegt skemmtilegt svo er ég með Mason Thames hver er Mason Thames? Þetta einhver sem var tekin fyrir og hann 2007 módel is this legal? Nei, ég veit það ekki, en það var einhver sem sendið þetta á teboðið okay. þannig að kannski fyrir einhverjum er þetta manneska sem að verðt að fylgjast með hann er 18 ára ok, þetta er rétt slapp þetta thank god ok, hann er búin að leika alls konar spólu hann er búin að leika alls konar og hann er leikari, sem sagt, bandarískur og hann var aðalhlutverki í einhverju svona hryllingsmynd árið 2021, The Black Phone ok, og svo er hann líka þekktur úr eitthvað How to Train Your Dragon live action myndinni ok ég sko kom með hausverk af þessu í alveg þessari hárkollu sko ég myndi rífa hann að mér en það er eiginlega verra það hjálpa mér ekki neitt sko en en það tala hann sé líka þetta er eiginlega ástæðan okkur að vera að tala svona mikið hann en hann er líka í myndinni Regretting You þetta er Colleen Hoover hvernig er Colleen Hoover að gefa út mynd og við erum ekki búin að lesa þessi bók það er mjög skrítið það er mjög skrítið við reyndar fengum alveg mikið af henni en við lásum samt mjög margar á tímabili það sé ekki þar inn en hann er sem sagt í henni líka þessi, það er kannski ástæðan okkur hann að vera mentionað núna það er kannski eitthvað nýbúin að horfa þá spólum það geti vel verið næstur eftir lista er það The Kid Laroi hvað ég tengi ekki við það maður nei, ekki heldur hann er náttúrulega fyrirhandi hennar Tate McRae sem að bara ég skildi ekki, það er bara hella bífaðan á milli þau eru að gefa út lag, trekk í trekk eitthvað disslög mót ykkur öðru og eitthvað þessi gæi, þú veist ok hann er frá Ástralíu, held ég hvað sýnist það, hann er ljón það er ekki frábært nei en hann er sem rappar og tónlistamæður Stay með Justin Bieber Without You það er eitthvað lög sem hann hefur verið með á sem maður oft heyrt þetta, skilur en ég byrjaði bara svona að vita hver þetta var út á dramanum með Tate McRae einmitt ég aldrei nei, samla I don't know hann er vist eitthvað voðað mikið eittbói samt fyrir þessa kynslu ég veit það, klálega og það er náttúrulega ekki bara þetta að þakka fyrir leikara og auðvitað tónlistamennir líka eittbóis svo er það, sko ég fann ekkit hennan mann, en er þú með eitthvað Somber vinnin? Somber, ok, hann er vinn minn ég er alltaf að fá hann upp á TikTokinu mínu, ég veit ekki af hverju en hann mista hann verið geggjuð lög samt fílan, og hann er eitthvað svona weird, og þið veit að ég fíla weird en hann er 20 ára drengur, fættur 2005 júli, þannig að hann er krabbi hann er bara svona nýlega orðið fræður gegnum TikTok og eitthvað sko hljóðinn hans og samsuna hans og þannig og hann er með eitthvað sem er
að gera geggjaða hluti fyrir hann TikTok með eitthvað svona account og þannig að þetta eins og þessi fan account og sérst alltaf að rekast á hann það heitir eitthvað Summer Things eða eitthvað og þetta alltaf eitthvað mím en maður sér að hann alveg partur af þessu fyrst var ég bara, hver þetta? Og svo sá ég hann með Addison Rae líka hún var að leika ykkur musicvídeóum þá var ég svona, og þegar ég sé eitthvað svona þá fer ég alltaf í deep dives og ég bara stolka og það bara veit ég allt. Já, geðvitt. Mjög gott að vera með podcast með þér. Já, það ekki. En núna hann bara að gera geggjuleg. Þannig að sá hann var á Grammys nýlega ásins. Kallast það ekki það? Jú, þú veist, jú. Þannig að ég held að hann verði alveg mjög vinsæll, sko. Já, það eitthvað til þess að fylgjast með. Já, klálega. Klálega. Ég tjekk hvort sé eitthvað svona sem kom inn eftir á. Já, en við erum líka með Theo James. Já, ok, listi minni tæmandi hérna. Nú, já, ok. Það er eitthvað bilaðið á mér. En það Theo James, já. Theo James, hann er alltaf mjög vinsæll líka. Tengir við það? Hann alltaf, við megum segja það, hann er okkar aldrei. Já, við megum, hann er breskur. Ok. Já, ég tengi ekkert eitthvað þannig. Nei. En mér finnst þetta er ekki ómyndarlega maður. Aldrei að segja það. Nei. Ég er bara, hvort það sé svona heillingin, skilur. En ég hef aldrei tengt við það. Þekkjum við hann ekki bara best úr White Lotus? Nei, Hunger Games. Hunger? Já, svo langt sér sé Hunger Games með þér. Nei, hann var ekki Hunger Games, hvað heit það? Hann var ykkur öðru Divergent. Ég hef aldrei séð það. Er það sería? Nei, þetta er svona eins og Hunger Games dæmi. Ok. Með hana gellunni hana. Já, gellunni. Ég hefur aldrei séð þetta er svo mikið mím. Ég hef ekki séð Divergent, sko. Ég þarf að sjá það kannski. Og ég var að ruglast á Hunger Games, það er náttúrulega Hemsworth bróðurinn. Já. Ég er að tala Divergent, þið sem er hlust á pottið séð þetta. Þetta er svona ykkar vibe, sko. Ok, ég veit ekki. Þetta er svona 2014 spóla með, ég veit eitthvað Miles Teller og okkar vinnur okkar í þessu. Kate Winslet og Shailene Woodley er aðleikunan en hún var svo mikið meme on the line, sko. Þessi leikuna. Manstu ekki eftir þessu? Jú, ég skilist, jú. Já. En líka, hann var líka í einhvern Gentleman. Já, seríunni. Já. Það kom Gentleman, náttúrulega spólan svo serían. Já. Ég held að ég þekki hann bara úr White Lotus, ég hef ekki séð hitt. Já. En nei, ég sammálaði þér, hann svona já, þú veist, hann er bara myndarlega maður og svoleiðis. Næstu líkulista var Evan Peters. Já. Sem er kannski langþekktastur fyrir hlutverki sitt sem Jeffrey Dahmer í dag, já. En fólk var, þú veist, pirrað að hann var Jeffrey Dahmer, þetta var svona þeirra childhood crush. Já. Þú veist, þegar hvað heitir svona, ekki Selena, Ariana Grande var með hann í We Can't Be Friends-vídeóinu. Já. Þá voru allir bara, oh my god, skilur, hún var svo starstruck sjálf og þetta upp á sleikarann hennar. Þú veist, ég sé hann bara sem Dahmer, sko. Já, en hann var líka í X-Men og bara verið alls konar, sko. Já. Alls konar svona teenspólum og eitthvað hannig. Einmitt. Kick-Ass, alls konar. Hann er stingit, sýnist mér. Já. Svo erum við Patrick Schwarzenegger. Já. Hann er líka rosa mikið svona eitt bói núna, sko. Já, hann er það. Og ég elska hann. Já, og White Lotus er hann núna nýjast að hjálpa hann klála með það, sko. Já, 100% ég veit valla hver hann var fyrir það, Nei, hann er alltaf Nepo Baby. Já, þú veist, maður vissi bara það. En eftir White Lotus, hann var geggjaður í henni, sko. Já, hún var rosalega góður í henni, sko. Svo náttúrulega hitti ég hann daginn. Og það? Já, í Fraklandi, mástu. Já, alveg rétt. Hittumst ekki vorum á flugvellinum og ég var bara deila sama flugvelli? Já, og ég var bara, við Hildi bara, er þetta Patrick Schwarzenegger? Og hún var bara, nei, eitthvað, jú, þetta er hann. Hún var nei, og löpuðum fram í honum og hann horfði á okkur þegar hann sá að við vorum bara skilur og svo var bara, löpum tilbaka, kíkjum aftur kíktum aftur, ég var bara, þetta er fucking hann hún var bara, nei, þetta er ekki hann ég eigum ekki að labba upp á hann svo var eitthvað, chicken it out svo var Magni að Birgit og þær, þú veist á eftir okkur og þær koma fyrst sem að segja, þið hvernig við sáum og við bara, Patrick hvað fokk ég sagði það? Já, ég hafði þetta labbað upp á hann Vá, já. Ég veist að það sé svo næs. Hann lukkar svo næs. Hann bara nonchalant bara á almenningsflugvelli, sko. Einmitt. Við sko lukkar líka svo næs. Hver? Jóladagatalið á Blöss. Við erum alltaf komið með það, sko. Ég er svo spennt að kíkja í það. Já, við kannski opnum ykkur og glugga og sýnum ykkur eitthvað tíma bræðilega. Kannski ef við megum. Hvernig væri það? Kannski ef við megum. Þú veist þegar aðeins nættri yfir desember, sko.
hérna, við viljum bara minna á að þau eru komin og þau eru ógeðslega flott í árið, svona royal blue, svona djúp og skemmtilega, sko, og aftur það er alltaf gaman að taka aftur þátt og vera aftur með jóladagatal, að þetta eru ekki sömu vörur og hafa verið í fyrir dagatölum. It's all brand new baby. Brand new baby girl, sko. Já, bara, þú veist, við erum sáttar inn í desember með okkar jóladagatal. Alveg klálega. Því var það líka. Við verum mjög spenntar. Svo síðasta sem að ég með skrifa hérna hjá okkur, Nicholas Alexander Chavez, sem var úr Monster. Menendez. Já, Menendez Monster. Já. Menendez bróðirinn. Hann meja. Og hérna, hann frá Bandaríkjunum. Ég held að þetta sé bara hans frægasta hlutverk. Hvað hann gamall? 98 eða eitthvað? Hann fæddur 99. Ok. Já, ungur maður. Stórt hlutverk fyrir unga mann. Jú, 99, já. Hvað ætla ég að segja? Já, hann var líka svo geggjari Giacomo herfurinn daginn. Já, og hvað var hann aftur? Þau voru auðvitað Nike Giacomo. Sástu það ekki? Nei, kannski ekki. Það var að senda þetta á fullu á einhver annan baby. Ég fyrir að sé þetta en glemt að... Já, en þau voru að tísa þetta alveg lengi, bara hver haldið að sé, skilur. Já, ok, oh my god. Það var mjög flott þar. Giacomo velur líka svo ógeðslega vel auglýsingu sína, þannig að við veitum að þetta hefur verið gæði. Já, það var mjög gott, sko. Gæðadæmi. Young Blood, segir einhver hérna? Já, það tónlistarmaður eða eitthvað? Hef heyrt hann, já. Mér finnst eins og þetta sé tónlistarmaður. Við erum greinilega ekki Young Blood og því jú, þetta sem var að gera allt fókin vitlaust og gremmi, svona rockarinn, svona Steven Tyler okkar tíma, einhvern veginn, sem að tók hann ekki Aerosmith-lag? Ég man ekki hvað hann gerði Met Gala. Það var eitthvað svona, já. Ég skil alveg. Þú veist, hann var svona, ég skil alveg fyrir þá sem að kreifa svona dorky. Ekki að kreifa. Já, sem var svona, elska svo rocki og þannig. Já. Hann var hérna... Það er ekki mikið bóðið hana. Jú, það alveg mikið búið í Bandaríkjunum. Jú. Það rockar alveg mjög stór kategóría. En hérna... Já. En hann allan að, þú veist, hann var með mikið karisma á Grammys, sko. Svo eitthvað að segja Jake úr Freaky Friday. Ok, ég ætla að sjá 9. Ég líka. Freakier. Já, Freakier. Chad Michael Murray. We know him. Já, hann ekki eitt boy. Nei. Hann var. Já, hann var 100% það. Ég ætla að simpa yfir eldri Chad Michael Murray. Það má líka. Já, I love it. Já. Þú veist ekki enda búin að tala Pedro Pascal heldur, sko. Nei, þú veist, hann it boy. Já, allt þetta greinast. 100%. Þetta sé eitthvað Lip or Shameless. Er það ekki hérna gæinn úr Ég var aldrei að sé Shameless. Jú, það er hérna Jeremy Allen White. Veitu Ég skil það. Hann maður ekki Calvin auglýsingin hans. Jú. Ég horfði á berðættina líka, þeir eru góðir, sko. Já? Það er svona kokka þættir. Ok. Já, chef. Ég hef ekki séð Shameless en heldur ekki þessi berðætti. Ég kannski þarf að kíkja það. Já, tjekka þeim. Já. Role model, segir eitthvað. Tyreek Whitehurst. Spennandi að sjá hvað það er. En alveg nöfnir eru ekki oft, maður kveikir ekki oft á nöfnum, sko. Kannast ekki við nátt pilt. American bandarísku leikari. Já. Tell Me Lies. Var hann í Tell Me Lies. Ert þú búin að horfa á það? Nei, ég er ekki búin. Það er góður. Við erum góður. Það er næsta. Þú ert að horfa á það? Já. Hann á að vera í Reminders of Him, sem Colleen Hove bóku líka kom út sem bíómynd. Ok, og Him, 2025. Ekki Him. Ok. Jú, ég man alveg eftir hann úr Tell Me Lies. Hann var hann að vinur hans svona. Ok, ég þarf að sjá það, þú er góður. Já, guð, það er sko topic að tala þá þætti. Já, ég skal bara... Almáttur. Það kommentarinn að einhver ekki somber. Það? Jonathan Bailey. Við megum ekki gleyma Jonathan Bailey. Hann er náttúrulega it boy hérna núna, sko. Já, hann er það. Elska Jonathan Bailey. Mér langar að sjá hann í einhverju öðru. Jonathan Bailey? Já. Hann var í Wicked. Ég veit. Og hann var alltaf Bridgerton líka. Já. Langar að sjá hann sem svona eitthvað svo alvarlegt. Skömmina. Hann er potbúin að leika í einhverju. Örgulega, ég tekst bara fletta Hann er alltaf English actor. Hann er fættur 1988 sem gerði 37 ára og hann er nöyt. Það útskýrir svo mikið. Já.
We love him. Góðu gaur. Já. Mason Thames, við vorum búin að tala um hann, ekki? Hvað akkur ætlar að segja role model? Hvað er það? Erum við eitthvað sem við erum ekki... Við erum eitthvað snúsað í hana. Role model, ég held að American, singer-songwriter, former rapper. Ok. Hvað komum kannast við hann að gæja? Hann heitir Tucker Harrington Pillsbury og hann er bandarískur söngvari og höfundur og komum kannast við hann? Já, þetta er greinlega ykkur sem er eitthvað starf að trenda, sko. Já, hann hlýtur að vera TikTok eða eitthvað, getur það verið? Hver er það? Hann er 28 ára, hann er fættur 97, 15. Maí. Það er naut. Og já. Lýs að sé eitthvað TikTokar en já, nei, já. Hann hlýtur að vera frægur á TikTok eða eitthvað. Ég sé hann mann 100%. En það er talað um svo hann var í sambandi með Emma Chamberlain í 3,5 ár. Það sé frægur út frá því, kannski. Já, en hann er líka tónlistarmaður, sko. Þannig að við þurfum líka búin að leika ykkur spólum, eða ekki? Er það? Sendur ykkur movies hérna. Ok. Við þurfum eitthvað að fletta honum upp og líka bara að tjekka á tónlistina hans eftir þátt. Klárlega. Benson Boone segir ykkur, það er mjög... Já, hann er lit boy í dag. Það hata hann allir. Já, af hverju eftir? Ég veit það ekki. Það er bara svona þegar ykkur eitt tekur ákvörðun að hata ykkur, þá hata allir eitthvað. Svo ég finnst það alveg svona unfair. Allir segja bara þessi ömulegu tónlistamæður og ömulegu textar og eitthvað. Það er bara svona, ef Harry Styles myndi gefa út Moonlight and Be Me eitthvað. Ice Cream, hann myndi elska. Mér finnst það smá unfair hate á hann, sko, to be honest. Harry Styles er náttúrulega alltaf eitt búi líka, við þurfum alltaf að nefna það nátt, sko. Hann er bara the it boy. You know that, já. Við erum alltaf bara að býja eftir honum. Já. True Starkley. Hann er alltaf, kemur alltaf við. Veitu hver? Gæi nú, það sem að Binni með á veggnum heima þessir. Já, einmitt hann, já. Úr hverju var hann? Hvað heitir það? Outer Banks. Já, auðvitað, Outer Banks strákunir, þeir eru alveg... Þetta er upp á alls gæin, þetta er vondi gæin, sko. Cillian Murphy, my man always. Ok, já, let's go. Malachi Barton, hver er það? Ég elskar svona niche. Malachi Barton, þetta er bandarískur leikari. Þetta er eitthvað mjög ungur. Og sönguri. Já, hann er 18 ára. Rétt slapp. Já, hann er að leika bara, hætti að segja rétt slapp. Grínast ykkur. Hann er að leika í svona fullt af ykkur barnaspólum. Já, en mér sýnist það líka vera mjög vinsælt á Dóra. Já. Hann er að leika Dóra. Wow, love that. En mér sýnist það líka vera bara svo vinsælt á TikTok. Já. Eitthvað að dansa á TikTok og eitthvað. Herði, ég elska að koma inn í lokin. Já. Pierce Brosnan. Bara veistu? Yes. One OG. Já. Fyrir við einn OG. Bara af hverju ekki? Við getum ekki sleppt. Getum ekki tekið af honum. Nei, ég veit. Bara, við þurfum að taka eitthvað fyrir eitthvað gullrefi, sko. Já, silfurrefinir. Já. Það er margir. Við boys og það silfurrefinir. It's a topic. It's a topic. Bara, vá. Fá að vita svona hver er... Hver er eitthvað silfurrefir? Já, og líka bara hvað, hver voru því eitt þegar mömmur okkar eru litlar eða eitthvað þannig, sko. Já. Það var alveg fyndin pæling, sko. Það væri alveg, sko. Pierce Brosnan geti verið það þeim. Já. Geti verið. 100% ég held að allir var skotin í Pierce. Ég var skotin í Pierce Brosnan og Mamma Mia, sko. Já, já. Barn. Please að þetta sé pappin. Já. Please. Hvað er að? Svara það. Já. Skólur. En, heyrðu, ég fór Haugkaup daginn. Já. Djöfusis úrvala Halloween. Herru, þar fær maður allt fyrir Halloween. Við erum svo að tala um skrautið, matinn, þú veist, servitur, diska, allt, búninga, bæði fyrir barnið þitt og fyrir sjálfa þig og búninga á bánsan í Build-A-Bear. Sniðugt. Já. Cute. Þannig að nú getur þú klætt bánsan líka. Já, geðvitt. Ég er mjög til að klæða bánsan minn. Já, klætt eitthvað. Ég sá bara, sko, ég fór hann daginn og ég sá svona stóra beinagrind. Mér langar svo í þetta að tróða inn í svona ostabakka. Já. Svo stór. Geðvikt. Það er að setja bara fullt af svona görnum. Það er geðvikt. Já, setja snacks inn í hana. Vá, þetta, já, nei, sko, Hagup er með allt. Og geggju pumpkins. Mér finnst það svona mismunandi góð pumpkins. Mjög góð. Og ég elska líka skraut pumpkinin, sem er svona lítil. Mér langar að setja það allt heima með bara svona cute. Já, og svo líka, þú veist, að því að Hagup er náttúrulega með, þú veist, allt, skilur. Þú getur bara keypt tilbúna köku í Halloween. Þú getur keypt á salgriðbúinni. Þú getur keypt, þú veist, allt. Það er svo ógeðslega næs. Að þetta er svo, þú veist, bara, við þurfum ekki, ef við langar að halda Halloween party,
bara, þá get ég bara fara eitt stað og það þarf líka ekki að vera flókið og það er svo þægilegt. Já, æði. Skilur við, það er ekki að flækja hlutina. Aldrei. Eittu frekar flækjustíðaníðinum í það að hugsa, hvað er að vera? Hvernig? Og svona þannig. Huga að Halloween-búningnum. Já, gríns. Bara, já, ég ætla að vera þetta. Það sem mjög sniðið. Við mælum allavega heilshugar með því að kíkja í Hagkaup fyrir allt. Ég elska Hagkaup. Það er ándi og svo gaman fyrir Hagkaup. Og ef við langar að búið til búbasket, þá getur við fengið allt í það í Hagkaup. Alls konar kerti. Já, kósi sokka. Útvíkkertin. Þú veist, já. Heitir það ekki? Jú, best. Bara, þú veist, pipakökur, whatever. Allt fæst þarna. Já. Þannig að, já. Núna langar mér bara að fara í Hagkaup. Já, það er líka lukkulega við það. Þótt klukkan sér allt mikið, þá er opið. Já. Ég elskast þegar líka að koma á flugvöllinu og keyri alltaf fram hjá þú Garðabænum. Það er bara, ég var stopp í Hagkaup. Já. Við gerum það líka að þau lendum. Þú veist, líka bara til þess að ná í, þú veist. Nauðsynjar, brauð og eitthvað. Já, og líka bara kvöldmat sem var enga stund að elda. Þú veist, þau eru með tilbúin að pakka fyrir eldum rétt og eitthvað svona. Við getum talað Hagkaup í svona hálftíma í viðbót. Við getum gert það, en það er kannski spurningum að fara að skipta föt og taka til. Já, ég er bara svona, að spá í hvort þetta muni nást af. Við vonum það. Þegar við erum með þetta í andlitinu. Já, við erum með þetta í andlitinu. Þetta er ekki frá einhverju flottu merki, sko. Nei, þetta er ekki það. Þetta kemur á Amazoninu. Já. Þannig að... En veist hvað er flottu merki? Skólega. Já. Bara að tala um þurfum við ekki að fara að setja vetrar eitthvað bílun okkar? Nei, við þurfum ekki að pæla í því. Nei. Við þurfum ekki að pæla í því, ég held að það sé ekki fyrir 1. nóvember. Ok, ekki kannski 1. Við tekum tilbaka. Við gerum það 3. Ég er ekki að fara að skipta neitt dekk, neitt 1. nóvember. Nei, það er þetta svo ógeðslega þægilegt, við þurfum ekki að pæla í því. Við getum gert það samt fyrr. Já, við getum gert það fyrr. Við erum bara búin að ræða 1. nóvember. Já. Erum bara í þeim, fáum tíma, það tekur enga stund. Nei. Líka, við fáum bara e-mail og við bókum okkur bara og við alveg gerum þetta fyrir að vorum gett svona ég var að fara saman, tók 5 mínútur. Já, ég held að það myndi vera svona, ok, við getum unni frammi á meðan. Já, ég veit það. Svo var þetta bara ég stóð bara út í mér, svo að lappa í hringi, það var bara að skrefa mín. Bara komið. Það er einhverstund. Svo þægilegt, þannig að þessi litlu hlutir þurfum við ekki að vera að pæla í. Nei. Hvenær dekki að fara á klukkan hvað og eitthvað svona, sko. Þeir láta mig vita. Já. Það er svona gott að hafa eitthvað sem að tekur úr einhverju stressi á mér. Nei, alveg það er best í heiminum, sko. Ert ekki að djóka. Langbest. Annars bara, we love you guys. Love you besties. Og svo bara, í næstu viku, þá er bara vika í liveshow. Okay. Pæla þess í því. Nei. Næst þegar við sjáum einhver hér í opinni, þá er sko 3 dagar liveshow. Já, heimitt. Já, ekki gleyma því. Nei, svo ekki gleyma því. Það er vika sérska núna. Það er 8 dagar. Núna í dag. Er það? Á miðvikudegi, já. Það kemur einu helgi? Já, í dag. Þá er svona næstu vika. Ég skil ekki. 8 dagar. Það er rétt, já. Það er 9 dagar. Oh my god, lögum til að sjá okkur 1. nóvember í Háskólabíó. Love you besties.